Ekki hefur þurft að grípa til jafn umfangsmikilla aðgerða til að hindra moldrok úr lónsstæði Hálslóns í sumar og búist var við. Kaldri og blautri tíð þar helst að þakka. Samkvæmt úrskurði umhverfisráðherra frá því í árslok 2001 ber Landsvirkjun að standa að rofvörnum á strandsvæði Hálslóns svo lengi sem lónið í rekstri. Að hausti lónið í hæstu stöðu 625 metrum. Að vori hefur vatnsyfirborð þess hins vegar lækkað allt að 40 metra og situr því fíngerður jarðvegur og jökuleir eftir á strandsvæðum umhverfis lónið sem þekja það bil 20 ferkílómetra lands. Það raunverulega tvenns konar efni sem við erum að eiga við á lónstöndinu og ég skal sýna ykkur bara hvernig þetta lítur út. Þegar við komum hérna niður og þá sjáum við annars vegar ljóst yfirborð sem þessi svokallaði jökulleir og hann kannski 1-2 mm á þykkt hérna þar sem við erum og undir honum gamli jarðvegurinn sem var hérna á ströndinni. Og við erum að reyna það sem þetta gengur allt út á það að reyna að hindra það að gróður á Vestur-Öræfum skemmist. Til að hindra það að jarðvegurum fjúki til og myndi svokallaða áfoksgeira hefur sem dæmi verið sprautað á hann vatni, blandað rykbindiefni og grafnar sandgryfjur. Björn leggur áherslu á að ákveðna tilraunastarfsemi sé að ræða þar sem lítil sem engin reynsla sé af sambærilegum aðstæðum hér á landi. Strandsvæðið ekki allt þakið sandi og leir. Það sem flatlent og votlent, líkt á svæðinu hér fyrir aftan, nánast ógreinilegt að Hálslón hafi flætt hér yfir í vetur. Það má þó búast við því að eftir nokkur ár verði ásigkomulag svæðisins líkt og það sem við skoðum hér áðan. Rofvarnirnar verða því umfangsmeiri eftir því sem ágangur lónsins á gróðurlendið eykst.